Þetta er verkefni 18 greind á blaðsíðu D4 í kennslubókinni, D-hlutanum. Við vorum búin að setja útlitskaflaskil og breyta stílum heading 1 og heading 2 og búa til 2 nýja stíla, texti 1 og texti 2. Nú ætlum við að merkja fyrirsögnum í skjalinu með heading 1 eða heading 2 eftir hvort það er fyrirsögn á fyrsta þrepi eða öðru þrepi. Og þið sjáuð á blaðsíðu D5 í kennslubókinni fyrirsagnirnar og þar stendur merki fyrirsagnirnar, greindirnar 8 og heimildaskrá með heading 1 og aðrar fyrirsagnir með heading 2. Og þær eru feitletraðar í grunnskjalinu, þannig að þeir eru fljótari að sjá það. Þannig ég ætla að merkja fyrirsagnina hér með heading 1 og málgreind með heading 2. Ég var búin að merkja aðra fyrirsagnir bara til að flýta fyrir mér. Þannig að heimildaskráin er með heading 1 en allar aðrar fyrirsagnir eru með heading 2. Nú ætla ég að fara hérna í View og haka við Navigation pane. Þá sé ég fyrirsagnirnar hérna og er fljóta að fara á milli. Þetta er að fara með músinni upp, rúlla upp. Og við vorum búin að setja stílinn texti 1 á efnisgreinina hér og eftir fyrirsögninni greindirnar 8 og heading 2, þá er línan inndregin og heading 2. Ég var búin að setja númeringu hér á, áherslunúmer og bil á milli. Hérna þarf ég að setja texti 1 og texti 2. Þið sjáuð í bókinni, það er svona kannski ekki eins skýrt eins og á sýnishorninu á heimasíðunni minni, en reglan er að hafa texta 1 á eftir fyrirsögnum og aðgreina greinaskil með inndreginni línu sem er þá stíllinn texti 2. Þannig að ég er búin að setja þetta allt hérna á skjalið, þannig að ég ætla að vista.